Í dag ætlum við að fara yfir JavaScript. En JavaScript er þessi forritunarmáli sem við notum á vefnum til þess að glæða vefinn okkar sem við erum búin að gera rosalega merkingafræðilega og fína í grunninn og fallega með CSS. En svo viljum við fara að bregðast við ykkur sem notandinn gera. Þannig ef þú smellið á eitthvað, skrifar eitthvað, hreyfir eitthvað vefinn, þá gerist eitthvað skemmtilegt. Og það getum við gert með JavaScript. En JavaScript er túlkað skriftumál sem byggir á prótótípum með dýnamískar, veikar típur, fyrsta flokks föll og stuðning við hlutbundna, gildinga og fallaforritun. Þetta er svona það sem JavaScript er í einni setningu. Við munum kannski ekki fara alveg í kjölina fara alveg yfir allt þetta, en við munum snerta á flestu og læra svona aðeins hvað þessi hlutir þýða. En JavaScript var þróað af Brendan Eich hjá Netscape í kringum 95 og það var upprunlega þróað undir nafninu Mocha og síðan LiveScript, en síðan segir sagan að markaðsdeildin hjá Netscape hafi komist með puttana í þetta nýja forritunarmál og Java var mjög nýtt á nálinni á þessum tíma og mjög heitt, allir voru að tala um Java. Markaðsdeildin vildi aðeins svona vera með í þeirri bylgju og það var enda að skrifa þetta, að nefna þetta JavaScript, þó svo að þetta sé mjög ólíkt Java. Önnur saga segir líka að þetta forritunarmál var í grunninn skrifað á 10 dögum og bar þess svolítið merki í byrjun. En 2 árum eftir að koma út, þá var það staðlað hjá ECMA, sem er svona staðlaráð í Bandaríkjunum og er þá staðlað undir nafninu ECMAScript, þannig að þið heyrið oft talað um JavaScript sem ECMAScript eða JavaScript útgáfur sem ES eitthvað og þá stendur ES fyrir ECMAScript. Það er sem sagt svona staðlað útgáfan á málinu, meðan JavaScript er svona útfærða útgáfan á málinu. En sem sagt þessar fyrstu útgáfur sem komið þarna út 95 voru ekkert sérstaklega góðar og málið fékk á sig mikið óorð sem svona krakkamál og voru bara amatúrar sem voru að forrita í JavaScript og ef þið munið eftir þessum tíma þá var DHTML var mjög heitt þarna sem svona buzzword, en það var D stóð fyrir Dynamic HTML og þá var þetta að snýrast allt það að láta vera með valmyndir þar sem þú fórst með músuna yfir einhverja mynd og þá breyttist myndin úr einhverju yfir eitthvað annað og það fekk svona myndin varð invertuð eða fekk svona grænan bakgrunn bak sig. Þannig byrjaði ég að fara í JavaScript, gera eitthvað svona geðveikt flottar valmyndir fyrir vefina mína litlu þegar ég var ungur og óreyndur amatör, þannig séð. En hægt og rólega var þetta mál sem sagt þroskaðist og bættist við það og það varð betra og hérna er grein sem var skrifuð einhvern tímann aldamótin af manni sem heitir Douglas Crockford, þar sem að hann var svona talamál í JavaScript og fór yfir það af hverju JavaScript væri mjög gott forritunarmál. Og þegar þið svona læra þess inn á þetta, þá getið þið haft augun opin og fylgst með þeim og svo þegar þið farið í forritunarmál hjá Snorra, þá getið þið séð að þetta forritunarmál er að taka hugmyndir frá mjög svona skemmtilegum forritunarmálum eins og Lisp og öðrum. En þetta sem þetta þroskaðist og var á endanum útfært í öllum vefrum. Á tímabili var Netscape eini vafrinn með JavaScript útgáfu og eina fyrirtæki sem vissi hvernig þetta mál var í raun búið til, að það var ekki staðall til, en þá tók Microsoft til og reverse engineeraði JavaScript með öllum buggum og bólum og öllum vandræðunum sem var í fyrstu útfærslunni og kallaði það JavaScript og það síðan hélt áfram, við fengum stöðlugu útgáfuna, allir vafrarnir færðu stöðlugu útgáfuna og í dag er þetta svona orðið forritunarmál vefsins og mjög útbreitt. Á síðustu 5 árum með tilkomu Node.js er bara JavaScript orðið stærsta forritunarmál í heimi og það er flest forrit í dag eru skrifuð í JavaScript. Það eru flestir forritarar í dag eru líklegast að einhverju leyti JavaScript forritarar og það er alveg magnað að fylgjast með þessu. Þó svo að þetta sé ekkert besta forritunarmálið, þá er þetta svona
útbreiddasta forritunarmáli og við svona erum eiginlega að setja okkur við það einhverju leyti. Og einu sinni var það þannig að við vildum byrja að læra forrita, þá vorum við yfirleitt með svona basic þýðenda, þess að þýða basic forritunarmálið. En í dag það þannig að eiginlega allar tölvur og allir símar og öll tæki innihalda að minnsta kosti einn JavaScript-túlk. Og það þá í vafranum sem við erum að nota. Og yfirleitt komumst við í þennan túlk og getum notað hann. En sem sagt, fyrstu útgáfurnar af ECMAScript voru staðlaðar í útgáfu 1 og 2 árið 97 og 98 og þriðja útgáfan kom hann 99, en síðan eins og CSS og HTML, sú saga sem við fórum yfir, þá kom hann mikil ládeyða í framþróun í þessu öllu saman og JavaScript var svona fast á einhverjum ákveðnum stað í mjög mörg ár. Og það var í raun í 10 ár sem kom ekki nein ný útgáfa af JavaScript og maður var að battla hérna við einhverja bugga og leiðilegan syntax og eitthvað svona, þangað til árið 2009 þegar 5. útgáfa kom út sem að skýrði atriði í fyrri útgáfum og bætti við strikt möguleika sem að gera það verkum að það var bara þægilegra að vinna með málið og bætti við smá að virkni og þá svona fór boltinn að rúlla. Og við byrjum að því að miða við þessa útgáfu, þess að útgáfa 5. Hún studd eiginlega að öllu leyti í öllum öfrum, þannig að þetta svona grunnútfærslan af JavaScript. En síðan ECMAScript 6, eða ECMAScript 2015, eða ES6, eða ES 2015, þetta allt notað í daglegu tali, kom síðan út í hittifyrra og inniheldur gífurlega marga nýja fítusa, alveg bara rosalega marga nýja fítusa. Og við förum yfir þá einhverju leyti, af því að það í raun það sem að allir eru að skrifa og miða við í dag og í raun gerir forritunarmálið aðeins skemmtilegra og svona sniðugra. En já, þannig að JavaScript syntaxin í grunninn, hann kemur að miklu leyti frá Java, þannig að hann lítur mjög svipað út á Java, þannig að hann kunnulegur. En það eru líka aðrir hlutir sem eru öðruvísi og þá sérstaklega það hvernig hlutir, eða svona objektar eru í forritunarmálinu. Og ég veit ekki nákvæmlega hversu langt eru komin, en þeir eru líklegast hvað farin að sjá klass og instantiator hluti í Java, þau sem eru hérna í tölvafræði 1. En í JavaScript erum við ekki með klassa og við erum ekki með þetta klassíska object-oriented forritunarmál. Heldur erum við með prototype-based forritunarmál. Og við förum aðeins yfir það, ekki mjög djúpt af því það frekar flókið og ekkert þannig séð rosalega mikið notað. En við snertum aðeins á því seinna. Eloquent JavaScript bók sem ókeypis á netinu í útgáfu 2 sem reyndar orðin svolítið gömul en passar ágætlega við okkur þegar hún fer yfir ECMAScript 5 í fyrst, bara alveg ECMAScript 5 og ég ætla að fylgja henni einhver leyti þannig að þið hafið eitthvað svona til þess að halla ykkur upp að, þið getið lesið, það alveg, sum dæmi eru svolítið out there en mörg eru líka mjög góð og yfirferðin fín og textin ágætur og það eru dæmi og æfingadæmi sem þið getið tekið aukalega með þessu og ég mun síðan fara dýpra í sum atriði en skilja samt sumt eftir fyrir bókina til þess að fjallum. En ég mun fara yfir allt það sem skiptir máli í fyrirlestrum, ég mun snerta á því öllu. Okay. Þetta oft notað þegar fólk að bera saman Java og JavaScript. Það í raun eina sameiginlega það að það sameiginlegir fyrstu 4 stafirnir í nöfnunum. En það eiginlega endar svona samanburðurinn. Það sem skiptir mestu máli í fyrstu að Java þýtt, en JavaScript túlkað. Þannig að þið þurfum alltaf að taka, opna JavaScript túlkin ykkar eða IDE-in ykkar og keyra þar forritin í gegnum túlkin til þess að fá út þýtta útgáfu í bætakóða sem að þið síðan keyrið með Java virtual vélni. En JavaScript þess að túlkað sem því það JavaScript túlkur sem keyrir sem framkvæmir einhver af þessum skrefum. Túlkurinn hann gerir eitthvað, okkur alveg sama, hann gerir einhverja hluti sem að hann hugsanlega þýðir eitthvað en okkur alveg sama. Það sem gerist að JavaScript kóði túlkaður í hverri keyslu. Þannig að við opnum eitthvað skjal og þá kóðin sóttur, passaður og keyrður í þeirri keyslu. Hann aldrei þýddur og keyrður einhver þýtt útgáfa á hann.
Þannig að við sleppum við þetta þýðingarskref. Síðan höfum við ekki statískar týpur, þannig við þurfum ekki við höfum ekki statískar týpur sem sagt á breytunum okkar, heldur hafa gildi í JavaScript týpu. Það þýðir að við þurfum ekki að skilgreina breytunar okkar sem int foo eða float eða double eða string eða eitthvað svoleiðis eða char, heldur eru allar breytur geta innihaldið öll gildi. Og það er dynamískt týpukerfi. Þannig að þið getið vel búið til breytu sem inniheldur streng, breytir yfir í tölu og breytir yfir í óskilgreind gildi. Það er allt í góðu. Síðan eru þessi túlkar, þeir eru nokkrir og við höfum, eins og ég sagði áðan, við höfum aðgang að túlk í gegnum DevTools. Þannig ef ég opna núna DevTools, fæði hérna upp og losa hann hérna frá, stækka þetta aðeins og hreinsum hérna, þá er þetta hér JavaScript túlkur. Þannig að hér er ég með, þannig fór hann í einhverja klassu, þannig að ég geri 1 plus 1, það eru 2. Þannig að þetta er JavaScript túlkur sem er að túlka fyrir mig núna út frá því að þetta sé JavaScript. Þannig að 1 plus 1 er lögleg JavaScript sæð sem að leggur bara saman 1 og 1 og fáum út 2. Þannig að ég ætla að hafa hann hérna í bakgrunninum og hérna vísa ég hann svona til að sýna ykkur hvernig dæmin eru. En síðan erum við líka búin að installa öðrum túlk í gegnum Node. En ef við skrifum bara Node, sem er það sem við þurfum að setja upp til þess að fá npm, þá fáum við annan JavaScript túlk og hann er byggður á sama grunni og sá sem er í Chrome, þar að segja á WAF8 heitir það, sem er JavaScript túlkurinn sem að Chrome notar og er skrifaður á Google í Danmörku. Hérna er það sama. Hér fáum við 1 plus 1 eru 2, þannig að þetta er líka JavaScript sæð sem er gild þarna og við fáum sama út. Og út af því að við erum að nota í raun sama túlkinn í Node og í Chrome, þá munum við hafa svipaðan stuðning, en ef við förum síðan til dæmis yfir í Internet Explorer eða Safari eða Firefox, þá er stuðningurinn við nýjustu featureina í málinu ekki svo sami. Og við munum að skoða það þegar við erum að skoða ECMAScript 6. Og þannig að þetta er þetta console hérna sem við notum til þess að, lokum þessu, til þess að skrifa skipanir. Síðan þegar við erum að nota þetta console, þá eru þetta umhverfi sem við erum að nota. Við finnum kannski ekkert voðalega mikið nánar út í það, en þetta umhverfi hefur upp á margt að bjóða. Jú, við fyrir mjög nánar út í það fyrir það umhverfi sem Vafrin hefur upp á að bjóða. Á meðan að Node er augljóslega ekki Vafri, heldur er það annað forritunarumhverfi fyrir Node.js. Og þessi umhverfi bjóða upp á suma hluti eins en aðra hluti ólíka. En eitt sem að öll þessi umhverfi bjóða upp á er console hlutur sem við getum notað til þess að skrifa út hluti. Þannig þið getum hugsað þetta eins og standard out print ln. Þannig þið getum prentað út línur. Þannig þið getum skrifað út það sem þið eru að gera hvar sem þið eru í forritun ykkar. Og það getum við gert með að gera console.log og skrifa út bara einhvern streng. Þannig að við erum hérna í þessu, gerum console.log hello, þá fáum við hello og það skrifar út. Þannig að þegar við förum að skrifa forrit, þá getum við nota þetta til að fá eitthvað output, en síðan náttúrulega þetta fer bara ákveðið langt með það að búa til eitthvað viðmót fyrir okkur. Síðan munum við í raun eiga við vefina til þess að láta þá svara fyrir það. Ef við ítum að takka þá ætlum við ekki að printa eitthvað í console, við ætlum að láta eitthvað gerast á vefnum. Og þarna eru líka fleiri aðgerðir sem við getum gert og við kannski skoðum eitthvað af þeim. Athugasemdir í JavaScript eru svo bæði svona multiline með svona / stjörnu og single line með / en við getum ekki nesta þessi multiline af því þá fáum við syntaxvillu. Þannig að ef við prófum það, þá getum við séð hvort það sé rétt hjá mér og hérna fáum við syntax error sem er þá villa núna við það að láta túlka þennan streng af því að JavaScript túlkurinn veit ekki hvað þetta þýðir. Út af því að hann horfir á þetta hérna sem athugasemd og svo fáum sem eitthvað orð sem hann skilur ekki.
Þannig að þetta það sama og ég myndi skrifa bara eitthvað hérna. ASDF óskilgreind breyta, þannig að það reference error. Það ekki, hún getur ekki fundið neina vísun í þessa breytu. Ok, þannig að þetta svona ákveðin inngangur að JavaScript, en það sem ég ætla að byrja þá að fara yfir eru típukerfið í JavaScript, sem eru þá gagnataugin sem við notum þegar við erum að skrifa forritun okkar. Og eins og ég sagði áðan, breyturnar hafa ekki típu, heldur hafa gildin típu. Og þá sér í lagi getum við verið með strengi, tölur, boolean típu, undefined, óskilgreinda, við getum verið með function típu, sem þá fall, og við getum verið með object sem hlutur. Og fyrst af þessum, strengirnir, þeir eru skilgreindir annarkvort með úrfellingakommu, svona einu tikki, eða með gæsalöpp. Og það þýðir þá að við getum bara, þetta nákvæmlega sami strengurinn hérna. Og ef við setjum hann hérna inn, þá fáum við bara sama strengi tilbaka. Ekkert af því. Við getum notað backslash til þess að escapea sérstaka stafi. Þetta eins og í Java. Þannig að við getum til dæmis byrt gæsalöpp inn í streng sem við nota gæsalöppir með því að setja backslash fyrir framan gæsalöppina. Eða við getum sett inn sérstök tákn, eins og við höfum skoðað. Newline, það backslash n, tab, stafurinn backslash t og fleiri svona, en þessi newline og tab það sem við notum mest. Eitthvað munur á single quote og reference? Vil maður nota eitt frekar en eitt annað? Eitthvað munur á single og double? Já, það svona lítill munur, en það einmitt hérna, eftir þetta hérna, þá kíkjum við á það. Þannig að við getum verið með streng sem með 2, backslash n línur, backslash t og tab, og það túlkað þá í 2 línum með tab karakteri hérna á milli. Sést ekki illa. Svo getum við verið með a newline character is written like svona, og það þá túlkað sem þetta. Þannig að við getum bæði fengið backslash n til að skrifa út í streng og gæsaleppur og allt þetta. En venjan að skilgreina strengina með single quote, og ég fór aðeins að spá í því af hverju það væri, af því að þetta bara eitthvað sem ég hef notað í mörg ár og reyndi að finna svona af hverju, en það líklega við þurfum ekki að escapea single quote-ið. Svo fann ég ekkert meira svona konkrét þetta, nema bara að þetta svona í flestum þeim verkefnum sem ég hef unnið hefur verið single quote. Þannig að það svona venjan. Þið getið samt skilgreint strengina með báðu. Síðan strengur í JavaScript óbreytanleg röð. Það eitthvað sem þið þurfum ekkert endilega að pæla mikið í, en getið lent í því óbreytanlega því að hún immutable. Það að segja, ef þið búið einu sinni til eitt streng, þá sá strengur til í minnisvæðinu og honum verður aldrei breytt. Ef þið búið til nýjan streng út frá þessum streng, þá það í raun bara afriti af þeim streng. Þannig að það getur skipt máli, en þið ættu líklegast ekki að lenda í því. Og hver stafur í streng í JavaScript Unicode, þannig að hann 16 bitar, og við getum þá verið með í raun alla stafi sem Unicode skilgreinir, án þess að vera neinum vandræðum. Og það mjög fínt að vera með forritunarmál sem með þannig stuðning, af því að maður kann að meta það þegar maður fer í forritunarmál sem ekki með þannig stuðning. Þannig að það ætti ekki að vera neitt mál fyrir okkur. Svo getum við verið með ákveðnar aðferðir á þessum típum, og þær eru margar og mismunandi eftir því hvaða típu við erum með, en til dæmis strengur, hann með lengð sem gefur þá lengdina á strengnum, þannig að þá getum við kallað beint í þá aðferð á streng ef við erum einhverstað með hann og fengi lengdina á hann. Þannig að við erum með hérna foo, lengð, og við fáum 3. Þannig að það 3. Hvað þetta kvarta af hérna? Og ef við gerum þetta eitthvað meira, þá þetta eykst alltaf eftir því sem við lengjum strengin, og getur verið gott þegar við erum að eiga við streng. En svo meira hérna að það eru fleiri aðferðir, og ef þið farið í einhverjum svona strengja leikfimi, að eiga við strengi, að sníða þá til og gera eitthvað svona,
þá mjög gott að fara inn á MDN, Mozilla Developers Network. Þar yfirlit yfir í raun allar methodur, þannig að við erum með hérna propertyin sem við erum með bara length á strengnum, en hins vegar erum við með mjög margar aðgerðir á strengi, eins og með substring aðgerðin sem leyfir okkur að finna einhvern hlutstreng inn í eða einhvers staðar á strengnum, to lowercase, to uppercase, við getum verið að kasta streng í alveg niður í hérna, minni stafi eða í hástafi, to uppercase, þannig að þá öskrum við smá hana og svo getum við kallað á móti í to lowercase og þá fáum við strengurinn fyrir upp. Við fáum nýtt eintak af streng hérna út frá þessari hér og þar af leiðandi getum við kallað aftur í einhverja aðra aðgerð. Þannig að strengir hafa almennt þessar aðgerðir. Svo getum við skeytt saman strengjum, concatenata strengjum með plus virkjanum. Þannig að þá segjum við einn strengur plus annar strengur verður nýr strengur sem bara samansafnið af þessum tveimur hérna strengjum og það virkar bara eins og maður myndi gera ráð fyrir. Þannig að hérna þá fáum við fúbar út úr þessu hér. Ef við viljum bil á milli þá þurfum við að vera með bil í öðrum hverjum strengnum. Þannig að hérna setjum ég bil, þá fæ ég bil á milli strengjana og þetta alveg eins og áður. Út úr þessu kemur strengur, þannig að það hægt að gera eitthvað við hann síðan í framhaldinu. Þannig að það hægt að, þegar við förum í svona strengileikumi og svo mun eitthvað vera smá í næsta verkefni, þá þurfum við aðeins að skoða og sprjóta upp strengin okkar og eiga við þá og kalla síðan í aðferðir sem þarf til þess að gera eitthvað. Þannig að hérna getum við til dæmis tekið strengin sem verður úr því að búa þetta hérna til. Þá erum við síðan með virkjan sem svigar sem eru þá virka eins og í stærðfræði og þegar við erum í svona forritun að þeir tilgreina svona precedence í hvaða skrefum á að útfæra og leysa úr segðum. Þannig að hér erum við með þessa segð sem segir ykkur að taka tvo strengi og leggja þá saman. Þá getum við síðan, þá byrjað á því í þessum hérna streng og þá getum við kallað á aðra aðgerð sem mun þá gera eitthvað við strengin sem verður úr þessari aðgerð. Þannig að við getum tekið tvo strengi, lagt þá saman, haft sviga utan það, kallað síðan í aðrar aðgerðir og svo framvegis. Þannig að við getum hlekkja saman svona strengja og aðgerðir með öðrum típum. Tölur, það aðeins ein típa fyrir tölur í JavaScript. Það ekki int, long, float og double, það bara ein sem bara number og við skrifum bara tölur og þá fáum við tölur. Þannig við getum skrifað bara einn og það bara einn. Og getur skilgreint number x og svo eitthvað fyrir neðan, þess að búið til breytu sem væri number. Já, nei, af því að við skoðum þá eftir hvernig breytuna virka, en breytunar hafa ekki típu, þannig að gildið hefur bara típu. Þannig að núna bara við það að skrifa hérna 1, þá ég bara með 1 og 1 number. Þannig að við sjáum hvernig það mun hæða sig þegar við skoðum breytunar. Við þurfum ekki að hugsa það að festa típunar okkar í breytunar okkar. En þessi eina típa fyrir tölur í JavaScript er 64 bita og sem munum læra í öðrum og hafið farið aðeins yfir svona two's complement og eitthvað svona hvernig tölur eru geymdar í tölvum. En þetta notar hérna IEEE float staðalinn fyrir tölur, sem því það einn biti notaður til að segja til hvort þessi jákvæð eða neikvæð tala. Það eru 11 bitar notaðir í brotið, ef þetta væri brotatala, og svo 52 bitar í gildið. Þannig að við höfum í raun eitthvað hámarksgildi og eitthvað lágmarksgildi sem við getum representað í tölum í JavaScript. Þannig að við getum verið með brotatölur svona og út af því hvernig þetta er gert, þá þurfum við að passa upp á nákvæmni í brotum. Af því að sumir hlutir eru skrýtnir, eins og til dæmis ef við leggjum saman 0,2 og 0,1,
þá fáum við ekki upp 0,3 heldur fáum við 0,3000004 út af því að nákvæmnin er ekki fullkomin í samlagningunni á tölunum. Þannig að þegar við erum til þess að vinna með einhverja svona tölur og við þurfum að athuga hvort að hey, er 0,2 pluss 0,1 jafnt og 0,3 þá er það ekki út af því að það er í raun einhver nákvæmnis munur þarna á. Þannig að þá þurfum við í raun að vera með aðra taktík og svona eins og vera með einhverja deltu en við förum ekki nánar út í það. Þannig að þetta er svona eitthvað sem að ef að þið haldið áfram að vinna með jáskrift sem þið munið lenda í einhvern tímann. Svo getum við líka verið með svona scientific notation sem er þá 1,25 í 10 hafið upp í veldið sem að skilgreinir og það getur verið jákvæð eða neikvæð tala þannig að við getum notað þetta til þess að representa mjög stórar eða mjög litlar tölur. Svo getum við fengið infinity og minus infinity gildi sem geta komið upp í útreikningum og það er þá ef við erum að fara að sprengja annarkvort efri eða neðri mörkin á því hvað number getur haldið utanum. Síðan getum við framkvæmt reikningsaðgerðir og höfum til þess virkja. Þannig að við getum sagt 5 × 10 + 2 og það eru 52 og við getum alveg eins og ég var að skoða það með strengina, við getum notað sviga til þess að breyta því hvaða forgangi reikningsaðgerðirnar eru framkvæmdar og við höfum plus mínus deilingu, prósentu operatorinn sem er modulus operand operatorinn og svo margföldun og þessi modulus operator er mjög sniður, hann sem sagt segir fyrir tölu, modulus tala og deilir hann seinni tölunni í fyrri tölunni og skilar okkur afganginum. Þannig að til dæmis eitt sem er mjög þægilegt að nota þennan operator í er að athuga hvort að tala sé jöfntala eða oddatala að þegar við deilum með 2 í einhverja tölu og hún er jöfntala þá er útkoma 0 af því að 2 gengur upp í allar jafnatölur en 1 ef við fáum oddatölu af því að allar oddatölur eru í raun 2 sinnum heiltala plus 1. Þannig að þetta er ein leið til þess að gera þetta og þetta getur líka virkað í mörgum atriðum þar sem við viljum vita til dæmis við erum með n hluti og við viljum gera eitthvað við n plus 1 fyrsta hlutin sem kemur inn. Þannig að þá getum við nota modulus ef við erum með 10 hluti, modulus 10 þá munum við sjá, þetta kemur kannski upp í þegar við fyrir að skoða svona eins og þurfum að fara að animata hluti og eitthvað, gera eitthvað við það. Síðan erum við með nan sem er gildi sem getur komið upp þegar við erum að reikna með eitthvað sem er ekki hægt að leysa. Þannig að við til dæmis reynum að leggja saman draga stafinn A frá tölu 1, það er einn óskilgreind aðgerð, þannig að við fáum nan tilbaka sem er not a number. Svo erum við með fall sem heitir is nan sem að tekur þá inn einhverja segð og segir okkur true eða false eftir því hvort að sú segð sé nan gildi eða ekki. Og ég segi hérna kastar áður þannig að það er hún leysir úr og framkvæmir svona typecast sem við skoðum að það er í raun gefið upp hvort það sé nan eða ekki. Og parseint, það er fall sem að fylgir umhverfinu og er alltaf til staðar í JavaScript umhverfinu og er skilgreint bara í staðlinum. En parseint reynir að ná heiltölu úr einhverjum streng og skila henni eða nan. Og svo getur það aukalega tekið inn radix parameter og en radix er það tölukerfi sem við erum að miða við og það er best að skilgreina það alltaf þó svo að það sé miða við tíundakerfið, þess að 10. Þannig að við getum sendt inn 0,100,10 þá reynir JavaScript að veiða upp tölu úr þessu og tekst það með parseint. Þannig að við fáum 100 út frá þessu og síðan ef við gerum eitthvað sem byrjar á tölustaf þá reynir JavaScript að finna tölu, finnur staf, stafur er ekki tala, kastar nan en hins vegar ef hann finnur einhverja tölur og síðan eitthvað óskilgreint gildi, eitthvað gildi sem er ekki tala þá mun að finna og skila því sem var búið að finna sem er þá 100 í þessu tilfelli. En síðan getum við líka að kalla þetta með öðru tölukerfi, þannig að 0100 í tvíundakerfinu eru 4. Þannig að
þá getur þetta skipt máli. Þetta afskaplega lítið notaður feature, en hann þarna. Það fannst einhvern veginn þetta góð hugmynd fyrir mörgum árum síðan og þannig þetta. Þannig að þess vegna þurfum við að skilgreina þetta þegar við erum að nota þetta. Svo erum við með annað fyrir float sem reynir þá að ná heiltölu með broti úr streng, skila þeirri tölu eða nan. Þannig að þá getur það verið svona. Við fáum einhvern streng, þá oftast frá notanda. Einhver notandi skrifar eitthvað inn í form. Við ætlum að fá 100,123 af þessu og við þurfum að gera eitthvað við þetta til þess að bregðast við því. Er þetta í lagi? Skrifa inn tölu eða ekki? Þá getum við nota parsefloat eða þá að við viljum gera einhverja reikninga með eitthvað sem var sendt inn og svo framvegis. Svo erum við með toFixed sem tekur þá tölu með aukastrengjum eða án og skilar henni formaðri af þessum auka stöfum sem við skilgreinum sem streng. Þannig að við segjum talan 100,66 toFixed 1 og þá í raun mun hún vera námunduð að einum aukastaf. Já, þetta hérna mun vera að skrifa sem strengur. Það er ekki gefið til kynna hér. Og þá er þetta eins og við getum kallað í to lowercase eða to uppercase og streng. Þá getum við kallað í þetta á tölu. Þannig að þannig getum við breytt þessu aftur í tölu. Já, við getum þess vegna sett hérna parsefloat utan allt þetta. Og þá erum við komið með einhverja leið til þess að hugsanlega taka tölu með mörgum aukastöfum, kasta henni í eitthvað og passa hana svo aftur sem tölu og unni svo með hana framvegis. Það getur verið svolítið erfitt og leiðilegt að vinna með tölur í JavaScript og til dæmis ef við fáum tölur í okkar tölukerfi sem að nota kommu en ekki. Það er að kötta þetta svolítið mikið af. Sjá hérna. Íslenskt tölukerfi notar kommu fyrir brot. En ef ég segi hérna, viltu fá parsefloat fyrir mig hérna, sem er svona, þá skilur það ekki kommuna. Komman er bara eitthvað sem er óskilgreint og við fáum bara 100. Við fáum ekki 100,1 eða eitthvað svoleiðis. En svo getum við gert þetta með því að nota aðgerð á strengi sem er replace, sem tekur þá eitt gildi og replacear fyrir hana, sem er þá replace kommu með punkt. Þannig að við keyrum þetta hérna bara, svona, þá fáum við 100,123 verður 100 punktur 123 og þá getum við kallað í þetta með parsefloat og þá fáum við í raun töluna og svo myndum við geta gert einhvern útreikning og svo þurfum við aftur að replacea punktunum yfir í kommu ef við ætlum að birta þetta á íslensku við og hafa rétt fyrir okkur það hvernig tölur eru birtar. Síðan erum við boolean, það notum við sem true eða false gildi og notum oftast í flæðistýringu þegar við erum að bera saman einhver gildi og við erum með samanburðarvirkja, við erum svona minna en stærra en jafnt og, minna en jafnt og, en síðan erum við hérna með tvo virkja fyrir ójöfnuð og tvo virkja fyrir jöfnuð. Það er svolítið skrítið, það er ástæða fyrir því að þegar í JavaScript erum við með veikar týpur. Við erum ekki með strong type system, við erum með weak type system. Og það þýðir það að þegar við notum eitthvað gildi í ákveðnum aðstæðum vantar þarna á milli, mun þeim vera kastað óbeint. Þannig að þetta er það sem ég var að meina hann þegar ég sagði is none mun kasta tölunum fyrst. Þetta svipar til þess sem við getum gert explicitly, við getum gert það beint, við getum sagt að við viljum gera það í Java eða C með því að segja int fyrir fram að breytu, það segir taktu það sem er í þessari breytu og kasta því yfir í þessa típu sem ég er með hérna. Nema þetta gerist bara óbeint alltaf þegar JavaScript er að fara að reyna að gera eitthvað með tveimur ólíkum típum. Og það eru reglur þetta og þær eru kallaðar svona type coercion. Við erum að coersa eina típu til þess að haga sér eins og aðra típu. Og þetta kemst fram hjá svona típuvillum í kærslu. Þannig að við fáum ekki type errors þegar við erum að keyra forritun okkar nema að sé eitthvað svakalegt við sem búin að gera eitthvað svakalegt að okkur. Og þetta gefur okkur í raun öruggar típur. Þannig að við getum alltaf fyrir þessar veiku típur gert eitthvað við þær og þær eiga aldrei að kasta villum í keyrslu. Og
type coercion það sem að þvingar þær til að spila saman. Og þessar reglur eru vel skilgreindar í spekknum, en þær geta komið með óvart og eru svolítið kjánalega stundum. Og JavaScript hefur fengið mikið flakk fyrir það að vera með þetta type coercion kerfi sem það er með. Og þið finnir mjög marga, það minna í seinni tíð, að það voru mjög margir sem að litu mjög niður á það hvernig þetta virkaði. Og þá hérna á MDN dæmi það hvernig það er mjög mikið af umræðu típukerfið, en hérna er þess að taflan sem segir það, ef við erum með típu A og típu B, hvað gerist þá þegar við erum að vinna með það saman? Þannig ef við vinnum með streng og number, þá byrjum við á því að kalla í toNumber á strengin og svo byrjum við saman við B. Ef við erum með streng og svo number, þá kallum við aftur líka saman. Þannig að einhverjum hlutum er þetta samhverfa, en ég held ekki á öllum. Þannig að þetta eru reglurnar fyrir það hvernig þetta er gert, og þá er þetta toNumber og toPrimitive eru föll sem eru síðan aftur skilgreind í spekknum og segja til hvernig þið haga sér þessar típur. Þannig að þetta gerir það verkum að við getum lagt saman strengin 1 og töluna 1 og fáum út strengin 11. Af því að þetta horfir á, segir ég er að fara að vinna með streng, ég er að fara að vinna með tölu, þá er kallað í fyrir plus, þá er þessi hérna kastað í streng og þá er þetta strengurinn 1 plus strengurinn 1 sem er bara concatenation, þá er það lagt saman. Og þannig að ef við gerum þetta hérna, 1 plus 1, það er 11, svo hvað gerist ef við drögum 1 frá strengnum 1, þá fáum við 0, sem er skrítið. Það eru einhverjar reglur sem segja til af hverju það er. Og strengurinn 1 sinnum 1 er 1. Þannig að þetta er skrítið, en ef við vöndum okkur við það að vera í raun svona öguð með típunar okkar og vitum bara að við erum að vinna með A og B, að A og B eru sömu típu, við erum búin að kalla í parsint eða kasta tölunni í streng eitthvað, þá lendum við í minna af þessum vandræðum. En það sem þetta býtur okkur mest er þegar við erum að gera samanburð á tveimur hlutum. Af því að samanburðið með tveimur jafntómerkjum og upprópunarmerki og einu jafntómerki mun byrja á því að kasta báðum gildum, sem að við leiðum til þess að við fáum skrítin samanburð, af því að hann er ekki að bera saman í raun típurnar, hann er að bera saman köstuðu gildin úr típunum. En hins vegar samanburðið með þremur jafntómerkjum og einu upprópunarmerki og tveimur jafntómerkjum ber fyrst saman típurnar og ef að þær eru ekki þar sömu, gerir ekkert meira, segir bara eitthvað, þetta er ekki sama típan, þannig að nei, þetta er ekki sami hluturinn, eða já, þetta er ólíkur hlutur. Þannig að við notum þetta fyrir allan samanburð, 3 jafntómerki eða upprópunarmerki 2 jafntómerki fyrir neikvæðan samanburð. Þannig að 1 jafnt og strengurinn 1 er true, af því að þessu er kastað, en 1 jafnt og 1 er ekki sama, af því að það er í raun aðtuga fyrst, nei, strengur og tala er aldrei það sama, þetta er false. Og false er þá jafnt og tala 0, af því að 0 kastað verður á false, en með 3 jafntómerkjum verður það ekki. Og þá kemur það hérna truthy og falsy, sem er senast það, svo tökum við pásu eftir þetta, að það er þegar við erum með hluti sem haga sér eins og boolean, án þess að vera það, eins og þarna, við vorum með 0, töluna 0, sem haga sér eins og false þegar við erum með típukerfið í JavaScript, þá köllum við það gildi að það sé falsy. Það er ekki false beint, en það er falsy. Það er svona haga sér eins og það sé false. Og sama með gildi sem eru þá eins og 1, það haga sér eins og true, en það er ekki true, þannig við köllum það truthy. Og þetta byggir þá þessu type coercion. Þannig að gildi sem eru falsy eru þessi. Það eru öll gildi sem eru falsy. Ef við gerum if eitthvað og við erum með tómastrengin, það mun það ekki gerast út af því að tómastrengurinn evaluata sem false gildi. Og truthy er síðan allt sem er ekki falsy. Síðan er null og undefined er ekki jöfn neinu nema sjálfu sér. Þannig að null er jafnt og null og það er ekki jafnt neinu öðru og undefined sjálfu sér og ekki neinu öðru. Og svo nan er ekki jafnt neinu, ekki einu sinni sjálfu sér. Af því að það eru not a number útreikninga úr einhverju er ekki sama útkoman og not a number útreikningur úr einhverju öðru. Nei, 1 plus a
og 1 plus b skila bæði nan, en það er samt ekki sama gildið. Þannig að það er ekki jafnt neinu. Og þannig að þá eru hérna, ef við erum með eitthvað sem kastar nan, þá myndum við ekki skila einum hér, af því að nan er falsi. En foo, hins vegar, strengurinn foo er truthy, af því að hann er ekki tómistrengurinn, þá myndum við skila einum. En við þurfum ekki að vera með nákvæmar búlískar segðir inn í flæðistýringunum okkar. Við getum verið með falsi eða truthy gildi. Já, og svo neitun hérna til þess að klára þetta er þess að uppröpunarmerki er neitunarvirkin. Hann er svona einstæður virki sem kastar segð úr true í false og öfugt og virkar líka á truthy og falsi af því að þau haga sig þá bara eins og true eða false gildi. Þannig að við getum neitað true og fengið false, en við getum líka neitað falsi hlut og fengið true og við getum þá gert það tvisvar og þetta er stundum notað sem svona trikk til þess að kasta falsi hlut eða truthy hlut yfir í raun true gildi eða raun false gildi með því að nota tvöfalda neitun. Hvað er þetta mikið hjá mér hérna? Hvað er mikið eftir? Já, klárum þetta. Sorry. Svo erum við með ternary virkjan í JavaScript sem er mjög skemmtilegur. Hann er ekki unary virki sem er svona eins og neitun sem virkar bara á 1 gildi. Hann er ekki binary sem virkar á 2 gildi eins og plus eða mínus, heldur en hann þrístæður. Hann virkar fyrir 3 gildi. Þannig að fyrsta gildi sem hann hefur er það gildi sem segir til hvort af hinum gildunum við ætlum að skila. Þannig að við setjum þetta upp sem eitthvað gildi sem við erum að skoða, spurningamerki, fyrra gildið sem er skilað ef að gildið hérna er truthy eða true og tvípunktur gildið sem við skilum ef að þetta gildi hér er false eða falsi. Þannig að við getum notað þetta oft á tíðum til þess að losna við að nota if flæðistýringuna og nota í staðinn svona bara ternary operatorinn. Og ég mun nota þetta eitthvað og sýna ykkur svona í praxís hvernig þetta virkar nánar en eitthvað svona dæmi. Síðan erum við með lógíska virkja. Þannig að þetta er svolítið yfirfyrir hérna, það er nóg að taka hérna og það er það er virkin. Hann skilar true eða truthy ef bæði gildi eru true eða truthy. Svo erum við með eða virkjan sem eru svona 2 pípur og hann skilar true eða truthy ef annað gildi er true eða truthy. Og þetta eru bara þessir virkjar sem við þurfum til að geta framkvæmt svona boolean algebru og við getum gert það í JavaScript. Við erum með neitun, við erum með og-virkja og við erum með andvirkja. Við erum með andvirkja, or-virkja og neitun. Það er það sem við þurfum. Og svo út frá því getum við útrætt alla hina virkina. Þannig að true og false er false, true eða false er true. Og svo getum við valdið skamhlaupi sem byggir aftur á þessu type coercion, þessu típukerfi sem við erum með í JavaScript. Að ef við erum að nota þessa virkja og við fáum truthy eða falsi gildi inn í þá munum þeir skila seinasta gildi sem var skoðað. Þannig að ef við segjum A eða B og A er truthy, þá fáum við A sem niðurstöðu úr þessari segð, annars B. Ef við erum með A og B og A er falsi eða false, þá fáum við B, annars fáum við A. Þannig að þetta getur orðið þess að við erum með einhverja virkja sem eru 0 eða bar. Þá þarf að skoða, er 0 true eða truthy? Nei, það er falsi. Þá þarf að skoða næsta virkja. Hann er truthy, þannig að þá fáum við þann virkja sem niðurstöðu úr þessu. Þetta er oft notað í svona sniðugum hökkum í JavaScript til þess að láta breytur sem eru ekki með neitt gildi, sem eru með falsi gildi, fá eitthvað gildi, en getur í raun oft orðið svolítið hættulegt. Og þá er samanskapi með og virkjan, það þarf alltaf að skoða bæði. Ef að annað er truthy, þá þarf að athuga er hitt líka truthy. Nei, það er ekki truthy, þá fáum við hérna seinna gildið. Og svo er þetta ekki sem þetta? Nei, dammit. Við erum með typeof sem er aftur svona unary aðgerð og það gefur okkur típu á gildi sem streng. Þannig við erum með einhverja breytu sem inniheldur eitthvað og við viljum vita hvað það inniheldur, þá getum við spurt með typeof. Þá segir við typeof, breyta eða typeof gildi, hvað ertu? Þannig að halló, strengurinn er strengur, 1 er number og true er boolean.
Síðan erum við með undefined sem er gildi á breytum sem ekki hafa verið skilgreindar og gildi á eigendum hluta sem ekki hafa verið skilgreindir. Þannig að type of base, ef við erum ekki búin að skilgreina base, er undefined. Og lokum erum við með null og það er hlutur sem að stendur fyrir vísvitandi fjarveru gildis. Þannig að við getum sagt eitthvað sem null ef við vitum að það eigi ekkert að vera þar. En alveg eins og við séðan í Java, þá getum við lent í að fá svona null reference villur ef við höldum að eitthvað sé ekki null, við höldum að einhver breyta inniheldur gildi, en hún inniheldur ekki gildi, heldur null, og við köllum í eitthvað fall, og fall er ekki til á null, og þá fáum við null reference villu, sem er þá type error, cannot read property length of null. Þetta er mjög algeng villa sem maður lendi. Típa á null, svo type of null, er object. Þetta er þetta buggunum sem var í útgáfu 3 af ECMAScript, en var of seint fattað að þetta væri buggur. Og það var búið að skrifa það mikið á forritum að lagfæring á þessum bugg hafi valdið því að meiri hluti af forritum sem var búið að skrifa á þeim tíma hafi brotnað. Þannig að þetta er bara svona buggur sem við lifum með. Type of null er object, en ætti að vera null. Ok, þannig að Búin að skilgreina einhverja breytu sem bara var ekki það er hún þá, er hún með gildið null eða er hún gildið undefined? hún er með gildið undefined. En tökum núna pásu til 4.